dag og velkomin í Gunn Hann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunn Hann. Þið finnið mig bæði á Instagram og Facebook undir því nafni. Ég er búin að vera svolítið duglegri við að setja svona inn á Instagram myndir í story og ætla að halda því áfram. Það hefur létt svolítið á því sem ég er að gera. Mér finnst ég hafa eiginlega bara allan tíma núna þar sem ég er búin að ganga frá og skila af mér til háskólans úr þessum 2 verkefnum, kursum sem ég var á. Og ég er búin með parachúti fyrir samstarfskonu mína. Ég satt svolítið við núna undanfarið og á kvöldin og var að prjóna og það er búið og hún er búin að fá það. Ég ætla að setja hérna inn mynd af henni í kjólnum. Ég kalli þetta kjóla, þetta er alveg svo sítt. Og hér kemur hún. Ég ætla síðan að dunda mig við mitt parachúti. Það er að segja, ég er búin sem sagt með framstykkið. Kannski sýni það bara hérna aftur, ef þið skildu vera búin að gleyma því. Þetta er mitt og ég er byrjuð á bakstykkinu. Það kemur hérna, þetta er sem sagt hérna við axlir og fer svo svona niður. Og það er pínu munur á, þó að ég sé að gera sömu stærð, þá var hennar úr grófara gatni með aðeins grófari prjónum, munar nú ekki nema hálfu númeri. Og það er pínu munur á stærðinni. Ég lagði sem sagt kjólinn hennar á gólfið og setti mitt framstykki á til að svona sjá hverju munaði. Ég hélt að það myndi nú muna kannski meira, en þetta eru svona nokkri sentimetrar sem að það munar um. Þannig að mitt verður aðeins minna og það getur vel verið að ég seti þá svona kant neðan á. Hún var að tala um að setja kannski kant neðan á sitt en við komumst að því að þetta væri held ég bara orðið nóg eins og það var komið. Og þannig að við slepptum því, ég get þá alltaf bætt við, en ég held að það muni nú frekar síkka heldur en hitt þegar hún þvær hann. Hún allavega fékk það verkefni að þvo hann, ég nefndi því ekki. Fyrir nokkrum vikum þá sýndi ég ykkur efnisbúta sem ég hafði fundið hjá mér. Það var búið að þrykkja á, stensla, mála með fixatísbrautun og ýmis konar. Og ég sagði að ég ætlaði ekki að setja það aftur í geymslu, heldur ætlaði ég að vinna úr þeim. Og ég er búin að því. Ég gerði poka og hérna eru nokkrir sem ég ætla að sýna ykkur hérna. Og ég sem sagt, þetta voru bútarnir sem eru þá í framstykkin. Og svo fann ég bara alls konar efni til þess að nota í bakið. Og svo átti ég rúllu af svona böndum sem að ég ákvað að nota. Oftast þá hef ég gert böndin úr sama efni og pokinn, en ég ákvað fyrst ég ætti nú þessa rúllu og var svona eiginlega bara svolítið í framleiðslu að þá ákvað ég að nota bara svört bönd á allt saman. Og þegar þetta stykki var það lítið og þá set ég svona fleiri búta með til þess að stækka pokann. Þetta er svona sýnishorn af því. Ég gerði aðeins fleiri heldur en þessa poka. Ég var ekki í stuði til þess að fara í nýju vélina þegar ég var að byrja á þessum pokasaum og ákvað bara að nota þá gömlu. Og það gekk bara ágætlega. Snúran er, hvernig á ég að segja þetta, hún er fann að vera þannig að snúran
sem liggur í vélina að það kemur ekki alltaf rafmagn, þannig að hún stoppar stundum bara og neitar að halda áfram. Þannig ég þarf stundum að halda við snúruna svo vélinn saumi. Ég gerði þessa poka á 2 dögum, satt svona svolítið við og seinni dagi þá ákvað ég, nei, nú ætla ég að fara á nýju vélina og sauma. Það var pínu vesen hjá mér þar sem ég var ekki með bæklinginn og vissi ekkert hvernig nætti að skipta saumgerð. Ég ætlaði að fara yfir í sigsakið og ég hafði ekki hugmynd hvernig ég ætti að gera það. Hún er svolítið tæknileg þessi vél og ég bara skildi ekki neitt. Þannig að þá fór ég á YouTube og fann þar myndband sem að kona hafði sett þar inn og hún var að sýna svona hvernig hún saumar á þessa vél eða á svona vél. Og þar lærði ég, ok, gera þetta svona. Og svo þetta, hún klippir, maður ítir á takka og þá klippir hún, gengur hún frá endanum og klippir á og svona. Þannig ég er svona, þetta á nú eftir að taka svolítinn tíma að venjast þessari vél, sem þetta að þetta verði svona bara, svona fljóti bara áfram. Ég er alltaf komin með sömu hreyfingar, ég svo alltaf að finna baktakkan eins og í gömlu vélinni og eitthvað svoleiðis, en þetta kemur. Af því að nú ætla ég nefnilega að fara að sauma svolítið. Ég er komin í svolítið stuð fyrir það og ég er nú með ýmislegt sem ég ætlaði þá kannski að sýna ykkur. Ég kláraði að gera pókana úr þessum þryktu og þessum munstruðu efnum, en svo fann ég fjóra póka, já, og hér á ég nú bara eftir að setja höldurnar, þannig ég ætla að klára þessa póka núna. Hér er einn sem að verður svona. Þannig að þarna hef ég verið að nota svona útsaum fyrir miðjuna. Og fóðrið verður svona í þessum poka. Hér er með gamla íslenska krossum minn. Ég á eftir að finna efnis í fóður og bönd. Hér er ég er nú bara búin að sníða í pokan sjálfan og ætla svo að setja þetta sem sagt í miðju. Þetta er gamall útsaumur úr stórhöfðanum. Og svo er verður þessi hér og þetta var sem að ég hafði saumað held ég í fyrra. Og gerði bara svona alls konar fleti, fyllti út. Þannig að þetta býður þess að klárast. Svo er ég búin að finna til ýmiss konar efni sem ég ætla að sauma flíkur á mig. Ég er búin að finna nokkur snið og er til dæmis bunki af efnum sem ég ætla að gera eitthvað úr. Og hér er annar bunki sem ég ætla að vinna upp úr. Ég er búin að finna í blöðum nokkur snið og ætla svo líka að nota þau snið sem að ég gerði eða bjó til í kursunum í háskólanum og ég ætla að nota eitthvað af þeim sniðum. Til dæmis jakkan sem að ég gerði sem var fóðraður jakki og ég talaði seinast, og var í honum seinast, en ég gleymdi að setja inn mynd af honum fullbúnum. Þannig að hún kemur þá hérna. Þetta er svolítið gott snið og þægilegt, þannig að ég var kannski að nota það í fleiri flíkur. Gera fleiri og kannski ekki alveg beint svona jakka, heldur einhvers konar, peysur eða eitthvað svoleiðis. Leika mér svolítið með þetta snið, af því þetta henta mér eða passa mér vel og ætla þá að nota það. Annað sem ég gleymdi að setja mynd af, það var þegar ég var á námskeiðinu í frjálsum húlsum í Storkinum. Þá sýndi ég ykkur bara stykki sem ég gerði, budduna. Ég tók mynd af þeim verkefnum sem voru unnin á þessu námskeiði og fékk leyfi þeirra til þess að sýna. Og þetta var svolítið svona mismunandi.
það voru gerða 2 stærðir af buddum, svolítið skemmtilegt að sjá hérna mismunin, hvernig við saumuðum þetta. Ég er búin að vera að leika mér svolítið með útsaum sem er ekki kláraður og var að sýna ykkur daginn nokkur stykki sem ég hef þá fyllt út í, og hér er eitt sem ég ætla að sýna ykkur, það er þetta hérna. Hér er páfagaukur og ég byrjaði hérna því ég veit ekki hvort að ég ætla að láta þetta fara hérna alveg út í. Ég er svona að hugsa þetta, eða hvort ég geri kannski mismunandi saumkerfir við eitthvað. Ég þarf eiginlega bara svona sjá til þegar hvernig þetta vinnst áfram. En mér finnst þetta svolítið skemmtilegt að setja svona mismunandi liti og mismunandi stærð. Eins og ég segi, hvort að það fari hérna utan páfagaukinn eða hvað, það kemur í ljós. Það er allavega svolítið gaman að pæla í þessu og reyna að láta þetta svona passa. Eins og ég sé hérna á einu stað er ég búin að mála mig svolítið út í horn því hér skil ég eftir eitt spor. Ég finn út úr þessu. Það verður svolítið breytingar á vinnustofunum minni núna áramótin. Þannig er að Berglind, dóttir mín, sem hefur verið hérna niðri í kjallara, að hún ætlar að flytja að heiman. Hún er að fara að leigja sér út í bæ og þá flyst strákurinn minn og kærastinn hans hingað niður og ég er búin að segja þeim að þau fái hálfa vinnustofuna hérna. Ég ætla nú að hafa helminginn af stofunni, af þessu rými, svona fyrir mig, en svona helstu vinnu aðstöðuna ætla ég að hafa uppi í herberginu sem hann fer úr. Þannig að við svona skiptum pláss og þá fá þau svona meira privacy og þá ætla ég að setja saumavélarnar mínar og svona tæki og tól þarna upp í herbergið, þannig að ég hugsa að ég vinni þá kannski jafnvel meira, get svona skotist í þetta svona stund og stund. Það er ekki alltaf sem ég hef nefnt að vera að koma hingað niður í kjallara til þess að vinna ef ég á kannski hálftíma, klukkutíma eða eitthvað svoleiðis, og þá hef ég bara frekar sleppt í að koma. En ef þetta er inni hjá mér, vinnu aðstæðan, að þá held ég að ég muni gera meira af því. Það var hérna einu sinni að þá hafði ég lítið herbergi undir mig og var með vinnu aðstöðu þar og ég fór stundum á kvöldin og satt þar og eitthvað svona. Þannig að hérna, þetta eru svona smá breytingar, en það er bara alltaf gott að breyta til. Og ég veit að Berglindur hlakkar rosalega til að fara heiman, að hérna komast í sitt, og það verður gott fyrir þau líka, strákinn minn og kærastu, að komast hingað niður og fá bara sitt space hérna. Þannig að við verðum bara 2 uppi. Og hérna, þannig að það er pínu breyting, en bara skemmtilegt. En ég held að ég láti þetta duga þá núna í dag. Það er víst jól næstu helgi. Þess vegna ákvað ég líka að koma hingað núna. Það var vika síðan að ég sett út seinasta þátt, af því annars ætti ég nú að setja inn þátt jólin og ég ákvað að sleppa því og hafði nú ýmislegt núna að sýna. Þannig að ég óska ykkur bara gleðilegra jóla og hafið það sem allra best og við sjáumst á nýju ári.